Taekwondo-deild Keflavíkur hefur náð ótrúlegum árangri á rúmum áratug. Deildin var stofnuð árið 2000 og 13 árum síðar hefur deildin unnið yfir 100 Íslandsmeistaratitla og er sterkasta Taekwondo-deild landsins. Fyrir skömmu fór Íslandsmótið í bardagahluta íþróttarinnar fram og þar voru keppendur frá Reykjanesbæ sigursælir. Keflavík varði meðal annars titil sinn í liðakeppninni. Í nóvember síðastliðnum var Keflavík einnig Íslandsmeistari í tæknihluta íþróttarinnar og því er félagið tvöfaldur Íslandsmeistari. Helgi Rafn Guðmundsson, taekwondo-þjálfari, á sinn þátt í uppgangi íþróttarinnar í Reykjanesbæ. Hann er stoltur af árangri félagsins. Við erum að vinna mjög metnaðarfullt starf, allir þjálfararnir, stjórnin er mjög sterk, við erum með flott foreldrafélag í kringum okkur og umfram allt erum við alveg rosalega duglega, góða iðkendur sem eru tilbúin að leggja mikið á sig við að ná árangri. Hefur þið duglaði hvað eru búin að vinna marga titla síðan að deildin var stofnuð? Já, við erum komin yfir 100 Íslandsmeistaratitla og yfir 1100 verðlaunasæti á mótum. Er þetta að verða betra og betra með hverju árinu sem líður? Já, okkar fólk verður betra með hverju árinu. Það er rosalega góð og sterk umgjörð núna taekwondo á Íslandi. Landsliðið og undirbúningshópar fyrir landsliðið eru mjög sterkir og mjög flottir. Þannig að það er mjög auðvelt núna, eða auðveldur heldur hefur verið fyrir unga og efnilega iðkendur sem langar að helga sig þessu lífverðni að komast inn í þann pakka. Fyrir skömmu fengu bardagaíþróttir í Reykjanesbæ nýja aðstöðu að Iðavöllum. Bardagaíþróttir hafa mátt þola tíða flutninga á síðustu árum en hafa nú fengið framtíðarhúsnæði. Helgi vonast til að nýja aðstaðan laði að fleiri iðkendur. Við höfum verið stærri áður en við höfum líka haft betra húsnæði. Þegar við vorum á besta staði í bænum þá vorum við með töluvert fleiri iðkendur heldur en núna og svo vorum við á öðrum stað sem verður ekki alveg jafn hentugur og þannig. En núna þar sem við erum komin í betri staðsetningu og þannig þá sé ég alveg fram á að iðkendafjöldi muni fara upp núna bara með næstu misserum. Frábæri árangur Keflavíkur í taekwondo sést eftirvill best í því að þau Kristmundur Gíslason og Ástrós Brynjarsdóttir voru valin taekwondo-fólk ársins á síðasta ári. Þau eru bæði gríðarlega efnileg og eiga framtíðina fyrir sér í íþróttinni. En fyrir þig Ástrós, þú ert bara 14 ára, hvernig er að vera taekwondo-kona ársins? Bara rosalega gaman. Bara stór heiður. Það er bara mjög stór heiður sko, mjög gott og gaman að fá þann heiður. Þetta er alltaf gaman? Já. Hvað er svona skemmtilegast? Bara þegar þú mætir æfingar í landsliði og svona. Hvernig þjálfari er Helgi? Bara rosalega góður, bara besti þjálfari á landinu. Er hann öðruvísi en aðrir þjálfarar sem þið hafa verið með? Já, hann er alveg mun betri heldur en flestir held ég. Hann er bestur. Hvað með þið sjálfan? Er gaman að þjálfa taekwondo? Það er alveg frábært, það er alveg æðislegt, annars verð ég ekki að því.